Sæl og blessuð. Við vindum okkur bara beint í þetta hérna. Sem sagt, þetta er 5K rebuy, þar sem við getum keyptir tvöfaldar stakk í byrjun og það er það sem ég ger alltaf í þessum mótum og meðan rebuyinu stendur þá er svolítið gambúl í gangi. Við reynum að komast í stakk, reynum að gambla okkur í stakk og svo bara rebuy ef það klikkar til að vera í sem bestri stöðu þegar rebuy period er búið. Þannig að playið er allt öðruvísi. Maður er ekkert að passa sig, maður getur fengið aftur chipsa ef maður dettur út, þannig að maður er ekkert að passa sig og já, til í svolítið gamblið. Þannig að þetta er smá svona don't try this at home kind of thing. En já, vindum okkur bara í þetta, sjáum hvað er gerast. Við erum á 6 í laufi hérna. Þetta er bara svona með fyrstu höndunum, alltaf fyrsta sem ég spilaði. Það voru hana nokkri með í höndinni, ég ákvað að pumpa þetta eins upp. Þess að það voru 2 búnir að limpa. Og fyrir þá sem er ekki við hugtakið að limpa, það er að kalla bara stóra blindin og vera ekki að hækka. Þannig að þetta var svolítið svona family. Flop 5 að fjarki 7, við erum með open-ended þannig, við getum fengið röð ef við fáum 8 eða þrist. Og já, ég hækkaði þarna hvað í 1500, blindir eru 300, 600. Og við erum 7 í höndinni. Þannig að þannig að potturinn er strax orðin svolítið juicy. Ég tjekkaði bara floppanna, bara í rólegheitum. Síðan er það bet og kall, annað kall. Svo var annað kall á kantinum. Og þá sé ég bara fullt af döðum peningandi í pottinum. Kannski getum við bluffað þetta og tekið þetta niður. Þetta nút chunk. Hvað sé ég tjekkaði, þau bettaði hvað 3 kall. Setja hann í 15.000 og er það með það 30 og eitthvað eftir. Hann floppar röð og við erum í vandamálum og við drögum í job. Þannig að ekkert gerist þarna. Greiði Gunni þarna með floppa second nuts aðeins til að choppa með mér. Svo fáum við gosa. Ég tapaði síðan, já, ég hef ekki tekið upp það, ég hef tapað stakknum mínum, fekk nýjan stakk. Það lukkar þetta svolítið svona, þú veist, það er bara gamla og hérna, skellti sig inn og það var ekki meira, hérna, það var ekki meira frétta í þessu rebuy period. Ég fór inn með, já, ég bara fekk ekki margar hendur og fer inn með frekar lítinn stakk hérna eftir hlé. Við fáum svolítið 50 skrona add-on líka. Það sjáum við stemminguna hann á liðinu. Það er bara högg. Hann búið að vera mjög vel sótt þessi mót. Túlega gaman að hérna. Já, það er bara gaman að spila póker í góðra manna hópi. Það er bara þannig. Reis 5.000. Hóst 10 í hjarta, ég man ekki núna eru 2 vikur síðan þetta mót, 3 vikur, ég man í rauninni nákvæmlega, ég man bara ekkert hvað er í gangi hérna, sko, ég var alveg reynskinn. En úr komnur, þetta er eftir break, eftir þess að rebuy period og ég er hérna með þá 75, 80. Ég held að getum bara fengið flop núna, eða ekki? Ég er með eitthvað 80, já. 80.000 í chips í stakk. Já, þess meira, já, auðvitað, ég er í kringum 100. Ég reis hann ás 10, það eru nokkuð köll. Ég man ekki hvað voru maður ekki 3 eða 4 í þessu potti. Og ég tjekka bara og það kemur sterkt bet frá button minni mig. 1 kall og það er nú 1 hjarta þarna, við erum með backdoor straight, backdoor flush, en hann bettar hann aðeins og jókerinn í gangi hann. Bettar nú sterkt til að ég fær út með áshæ. Og ég man síðan, það kom síðan Ásar River, þetta var að tjekka niður og kom Ásar River og hann sem bettaði á button á floppi, hann sýndi 10 par.
til að taka þetta niður. Gata á mót 4 held ég, já. Mættir hérna með fjarka 6 uppáhalds, nei, það er hérna reis og kall minni mig og ég ákvað að kíkja á. Þetta er Pottots, þetta er ekkert eitthvað brilliant flop, en þar sem ég er með ákveðið advantage post flop og til ég að nýta með það á allskins borðum. Þannig ég ákvað að kíkja á floppana og sjá hvort ég floppir ekki röð eða eitthvað svolítið. Það er ég með open-ended 9, við hittum 5 örum röð, frábært. En 9 kemur þá, við köllum þetta dirty out, þannig að þetta er svolítið skítugt out. Ef við hittum gósan, ef við hittum 9 þá vitum við ekki, það getur hver annar að vera með gósa, þannig að við værum aldrei eitthvað hoppandi glaðir með það að vera með neðri endan á röðinni. Sérstaklega ef við erum svona margir í pottinum. Hvað er að gerast þarna? Ég reysa upp í 8 og 5, blindur virðast vera í 2 og 5 og það er 1 limp held ég, þannig að ég hætti ekki 8 og 5 síðan fyrir hinn all-in hana. Þetta var allt í einni hreyfingu sko. Ég blændi, já, ég með ást 10 off og við ætlum ekki að spila það frekar. Leggjum það bara niður. Queen Jack offsuit. Ég reysa það þarna, ég er ekki alveg að sjá hvað position ég er neitt í, en sen kemur aftur sínst með 3-bet þarna. Nei, kannski er ég að posta big blind, já ég er að posta big blind fyrir ekki. Það er reys þarna og ég þá væntanlega kalla bara. Reysar í, hvað fikk hann, 3-5 tilbaka, 6 og 5. Sem hann hefur reysað í, við floppum gósa og þetta, já, þetta er multi-way líka, því sjáu þannig að það er 23k í potinu. Við erum 3 í potinu manna. Ég er með tígul, hann er ég að tjekka hvort sem ég hjartadrottningun eða ekki. Og aksjónið var, já, það var lítið út hana á, lítið sterkt, ég þurfti að hafa ágjör af. Einingæðina líka, hann ég lagði drottningu gósa og það kom gósi held ég á törn hann sem ég hefði getað breytt í nokkra góða chipsa en það var mest að fólta hana á þessu borði við þetta aksjón. 10-8 í spaða, ég kalla reis orange short, en ég verði að defenda big blind þarna með þessa. Nei, fyrirgefið. Ég reysaði príu hann upp í 8 eitthvað, hann situr upp í 16 og hann er í small blind. Ég er að fá bara geðveikt góð pot odds til að kalla. Er hann með góða suited hönd tilbúin að krakka þess ása eða eitthvað svoleiðis. Kemur annars spaði þarna á törn og ég man þegar kom smá fiðrungur í hana þegar, þú veist, koma á flöstur og alltaf gaman að draga. Þetta er ekkert í real time sko. Fara að dróa og hitta, það er ótrúlega skemmtileg tilfinning, ég verð að segja það. Og hann bettar hann að 15, við erum að fá bara geðveikt góð pot odds, en við erum ekki búin að vinna stakan pott eftir hlé, þannig að, já, við unnum kannski bara ekki eins og stakan pott fyrir hlé heldur, ég maður ekki, við tjoppuðum allavega hennum. Ég á þannig að sínst með 41.000 eftir og big blind er ætla að sé ekki 4.000 og þegar hann bettar þarna þá veist að ég er ekki að sjá ég er að fá geðvig pot odds, hann er betta 20.000 í cirka 60.000 pott, ég er að fá 4 móti einum andi pot odds en ég bara get ekki séð áttunum mín að vera góða þarna. Það lúkkar svolítið eins og að sé með höndir svo kannski ástrótningu eða eitthvað svoleiðis. En þetta var spilari sem ég hef ekki spilað við áður. Og já, og þarna fyrir við all-in með 5 par,
42.000. Við sjáum smálbandið 3K, þannig að Big Blind er 6K, þannig við þetta bara skildu all-in hann með einhverja 7-8 Big Blinds. Rönnum 5 parinu inn í ásana. Já, auka byrni. Skilið hérna 5. That's all she wrote. Þetta eru bestu sætin sem ég fæ í þessum mótum. Þau hérna... Jæja, krakkar. Þá er mótið 4 lokið af 10. Og ég er ekki með mörg stig þegar 4 mót eru búin. En það er alltaf, maður hefur 4 mót til að drulla á sig. Ég er búinn að drulla á mig í 4 og þá er ég bara búið með drulla á mig kvótan og kem svo grjótharður inn í næsta mót, næsta mjögdag og það er, þó svo þetta byrji ótrúlega illa þá er þetta allt opið ennþá og ég hlakka bara til að koma inn hérna. Það er backdoor. Þurfum við bakdýra megin á toppinn á þessu stigakefni. I'm telling you. Sé ykkur næsta mjögdag. Þetta til að vera aðeins hérna. Já, 7. mót Barcelona. Mótaröð Hugar og Epic er í kvöld og eins og fram hefur komið þá er ég að drulla á mig í stigatalningunni. Og já, það er eitthvað 5 mót eftir. Ég ætla að dempa mér í, nú er allt undir sko, nú þarf ég að skríða upp stigatalninguna. Þannig að ég ætla að fara í full zen mode á, bara í sund. Í sund, fá smá D og svo er það bara að fara að steikja nörda. Sund og tillingur, crucial. Jæja, geggið þau úti og já, búinn í sundi. Ég fór í sund, slakaði bara á, sen horfði ég á djúpulegina og veitir það, ég var eitthvað smá svona peppar en ég tók eina ferð. Tók eina ferð, það er ekkert svakalegt en þetta er svo gott. Hvað er þetta? Já, þetta er svona próteindrykkur frá fyrirtæki sem ég ætla ekki að auglýsa frýtt. Allavega, hérna, ábúinlega gott samt sem aður. Ég tók eina ferð þarna, annars var ég bara hann á þess að grípa smá D. Slá smá tann á skrökkinn, sjokkar líka hann aðeins. Af því að við náttúrulega erum ekki beint vön því að lenda í tannspotti hérna í Reykjavík Gasland. En nóg það. Ég ætla hérna aðeins að tala við ykkur nú leiðina því ég er svo góðu skapi. Það kemur oft með góða veðrinu að góða skapi fylgir með. Og ég er ekkert búinn að vera í svo góðu skapi þetta verði. Ég er nú oftast geðgóður og svona næs og svona en ég er búinn að vera að springa því að það er bara búið að ganga svo rosalega illa að spila. Og alveg bara síðan í Bratislava í byrjun mars. Þannig að, og það tekur á og það, ég er búinn að fara í gegnum slík svona tímabil á mínu ferli alveg nokkru sinnum. Og það er rosalega mismunandi hvar þú stendur í lífinu þegar það gerast, hvernig þú höndla þig og svoleiðis. Og ég var að höndla þetta ágætlega síðan bara basically við erum búin að fara langt yfir, ég er búin að fara út fyrir bankroll management reglurnar mínar og sem voru nú ekkert strangar fyrir en ég er ekki nógu sáttur með sjálfur. Þannig að nú þarf ég aðeins að taka hausinn á mér úr raskatinu og reyna að vera aðeins skynsamari. Og það sem gerist þegar maður er á svona downswingi, allavega fyrir mig, það er mismunandi eftir hvernig bara persónuleiki vart eða fullt af hlutum sem spila inn í. En fyrir mig þá er ég fer off my game, á þess að fatta að ég sé off my game. Ég sleppi spottum, ég verð svona hræddur, ég vil frekar komast í money. Og já, það bara eru fullt af einhverjum svona hlutum sem fara að hafa áhrif á spilamennskuna mína. Og ég tek ekki eftir því meðan það er að gerast. Sem sé ég bara eftir og bara, hvað er ég að gerast?
veistu, af hverju verður að taka þessi ákvörðun? Það þetta bara eitthvað, þú veist, hvort þetta sé egóið, þú veist, maður bara með sært egó í leiknum, þú veist, ég veit alveg að það spila part, en hvort að það sé stærsti parturinn, ég veit það ekki. Kannski þurfi bara að fara til sálfræðings og negla þig niður hvað í fjandarinn sé að mér. En, ég aðeins búinn að tósa sjálfum mig niður á jörðuna núna síðustu daga. Það ennþá sárt, veist. Og já, ég er ekkert svo spenntur að fara að spila, en ég rosa spenntur að vinna mig upp úr þessari hólu sem ég búinn að koma mér í. Og fyrsta stopp náttúrulega bara upp á hugar að, hvað sagði ég á? Steikja nörda. Já, það það sem ég að vera að gera. Og já, ég að mæta tímalega núna. Það veist, kannski aðeins of tímalega, ekki sérstaklega staðar úti. Já, ég að mæta tímalega núna og bara vera góð. Mér finnst þægilega að koma inn í mótið svona, veist, mér finnst ekkert að því að koma seint í mót, veist, eiginlega bara hvenær sem mismunandi eftir mótum að sjálfsögðu, en mér finnst best að vera kominn, sesti niður og veist, svona stimpla maður sín í sónið áður en mótið byrjar. Sumir vilja koma bara beint inn í leitregg, þannig að þetta mitt preference. Ég ætla að setja staðins einhvers staðar úti, en það 45 mínútur í mót. Ég ætla að taka hálftíma tannsesjoni viðbót. Á hverju? Því að ég á skilið það sem ég er að segja ykkur. Ég á skilið að setja staðins úti. Þegar fyrir við aftur inn. Mótsex. Benny Kongur. Er ekki fyrsti spilarinn eða? Fyrsti spilarinn. Ok, getur fengið ykkur bónusteg eða eitthvað svoleiðis? Við erum desperate. Þannig að ég staddur hérna núna bara út á plani, það ekki beint. Það svona bekkur fyrir fram á hjólabúðina. Ég með eitt svona ískaldan, áfengislausan Brio. Aðeins til að koma kerfinu af stað. En annars ætla ég bara að vera hérna úti, hugleiða. Hvernig ætla ég að steikja þessu að nörda, hversu lengi á hverri hlið og hvort við ætlum að hafa sósu með eða ekki. Hei, blessaður Mikki! Hei, blessaður. Hvað gerir þú svona til að undirbúa fyrir mótdags? Bara Joe. Já, bara Joe. Og KFC á þig. Taka þig til fyrirmyndar. Bokkið þig. En að vilja en góð svo vinna. Já, vindum okkur í actioni. Kongur 8 bötton. Þarna Árni Búdda, hann er all-in blind, það hans stíll í þessu móti, hann kemur inn og kaupir sér einfalt, fer all-in blind. Við reynum að, já, við förum hann að beint í, byrjum bara vel, tjing, svo limpa ég hann á 7, kalla bara stórblinda því ég veit Árni er að fara að gera þetta, en ég trappa hann, ég kalla með á 7, hann aftur bara með 25.000, 6 fjarka, hann að Ekki vera þetta fucking YouTube stríma þetta. Hvað er þetta? En það sýnir þú ert að tapa þetta. Það sýnir þú ert að tapa þetta. Það sýnir þú ert að tapa þessi danska druslan hann þetta. Þið get ekki neitt. Við töpum hann að móti 8-6. Þannig að við erum ástyrið sútið og við leikum sama leik held ég. Já, hvað átni gera? Já, við limpum bara. Kíkjum á þetta. Þessi, við erum tilbúin að gamla. Ég er með síman í portrait mode. Ekki mode. Ég er hættur að snúa hann á hlið. Ég veit ekki, kannski á ég að vera. Ég veit ekki. Ég er ennþá að læra þetta. Við bara vöksum og döfnum saman í þessu. Þarna 5 og 7 hjá Árna og þarna hann kominn í góðan stakkan Árni. Skoðar ekki spilið? Nei, hvað er mikið meira? Þetta var skemmtilegt mót. Skemmtilegt borð. Ég er búinn að hitta, sko. Búinn að setja eitt 3. staknum sínum í pottinn þegar hann segir ég er búinn að hitta, sko. Nei, ég er ekki eins og þú. Þannig Axel búinn að fara all in, hann er eitthvað að hugsa. Búinn að hitta konan mín. Ég var einmitt að spá í hvað það þýr. Hvað ég gera þetta? Og ég geta ég virkelig að kalla þetta. Þetta er náttúrulega ólótt, maður. Átni fór eitthvað að tala um konuna, sem ég veit ekki alveg ennþá hvað það þýddi.
Ekki sína mig, ekki neitt, ekki sína mig flott Algjör meistari þessi gæi. Ekki miskila þó sem ég kalla hann danska druslu og algjör meistari. Það er á kongagóður, sko. Þó dönsk drusla sé. Atna vinna flip. Atna fáið hönd. 2-5. Tími til að rocka þetta. Og eins og sá að stigatöflunni þá erum við alveg í skítnum sko. Bara með þeim neðstu. Ég held ég sé neðstur með við hversu mörg mótið við spila sko. Og já, þannig erum við í rebuy period. Þannig að við erum ekkert ofstressaðir á floppið Queen High, hann að drottning 8 fjarki minni mig sýnist mér, þetta er svona begja blands og Jespa fer all-in og hann er með 7 fjarki. Æ, sorry Daniel, sorry. Svona fyrirfram, sorry. Og eins og við sjáum þá, þú veist, þegar menn eru bara ekki að fara all-in með bottom pair, þú veist, þetta tíðkast ekki eftir rebuy period. Alltaf ekki oft. Þannig kalla ég bara svolítið taktíki mín hann í þessum mótum er, jú, þú veist, ef ég held að ég sem bestu höndina fyrir flop þá kalla ég, þú veist, og gamlaði, en annars bara reyna að sjá útýr flop og bara hitta, þú veist, af því að þeir eru ekki að folda mikið, þannig að það þýðir ekkert að vera reyna að bossa þá around, af því að þú veist, þeir eru hvað sem er að gambla og það er bara versta sem þú getur gert í póker, það er að bluffa gæja sem er ekki að fara að folda, það er bara, þú getur alveg eins fara að gera eitthvað allt annað sko. Það ætla að vera duglegur að skrá niður af því ég get ekki gert eftir minni lengur. Ég gata þegar ég á 25 ára en nú er ég hann 27 þannig að ég man ekki eins, minnum þetta er bara ekki eins gott. Við fokkum því einhvern veginn upp. Eins mikið og mér langar að tala um þessa hönd við ykkur þá veit ég ekki hvað er í borðið hana og veit ég ekki hvað er að gerast. En í næsta móti þá verð ég verið með síman. Ég stemmi 2 síma. Ég er með minn síma og síðan er ég með minn síma. Ég er með nýja síminn og gamla síminn, þannig að ég er að taka upp með nýja kameran er svo góð þar og já, ég má skosa það, já, ég er með top hair, alveg rétt. Það var svolítið stórt sjóf, já, þetta var Ég er ekkert að fela þetta er bara, svona er þetta bara, maður er bara með Já, Árni Bútarsson kvartar yfir öllu og er samt alltaf að gera eitthvað sem hægt er að kvarta yfir líka, þannig að við erum hann á móti Kongosa. Það var stórt value hann með 1 par á móti Már sem er ekki, hann er ekki svona mikill gamblari eins og veist, hann er alveg tilbúinn að kaupa sig aftur inn og allt það, en hann er ekki aðna eins og sumir bara fara all-in blind og eitthvað þannig. Þannig að við náðum að komast í góðan stakkan, hann er komin alveg í 150-200.000. En blóðunar enda ekki, hann var með betra höndinu. Ok, en já, ég verð nákvæmari með það sem er í borði og það sem ég, veist já, bara það sem er að gerast í höndunum, það verður í betri details í næsta vloggi. Kitty, róaði. Ég er ennþá að aðlaga aðferðir mínar að því hvernig sé best að vera að taka upp, ég viðkenni það að þetta tekur alveg svolítið fókus frá sko, vera að taka upp og memoræsa, og ég þarf að vera að skrá niður. Ég er búinn að komast að því, ég get ekki bara memoræsa en ég þarf að skrá niður og síðan sé ég líka núna að ég þarf að taka upp með síman og hlið til að þetta sé ekki svona
Astnalegt. Maður leika á alls áttið hana. Nei, ég var að segja að fjarkafarið Já, ég er ekki í þessari hendur. Fimma! Glæsveit floppjöður hana. Það er Ranny baby. Már, Jesper. Átni með 7. Með 7. Þetta er sáttu með þessa 7. Þetta er sáttu með hana. Ekki. Átni er ennþá fastur í þeirri trú að hann gerir góða Gollum eftir Hermann. Átni hann þykist að vera prófessor, ég hef ekki hugmynd hvernig heilin á hann virkar en það er kannski ekki það besta við hann sko. Ásinn og kóngurinn þarna. Svo erum við með notabene. Axel er þarna milli mín og Átna. Eins og ég tekið fram, hann er mjög góð spilari og hérna erum við í action. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað ég með mikið. Ég held sem er cirka 200.000 180 held ég þessi cirka það sem við með. Já, 2000, 4000. Það er reis upp í 8. 1 kall. Ég skelli upp í 47.000. 47.000? Já, það er rétt hjá þér á mig. Svo þegar Axel er hann að hugsa, hann fer í tankinn og ég veit að það er ekki good news. Ég veit þarna til dæmis, hann er ekki að fara. Þarna er rebuy period búið ásækið og hann setur upp í 100 þarna og þetta eru, ég held að séu 3 hendur sem hann segja að gera þetta með. Drottningar, kongar og áskongur. Og þú veist, hann gæti mögulega að gera þetta með gossa í öðrum kringumstæðum. Hann getur ekki verið að bluffa þarna að því að stakkurum minn er þannig að hann þarf að kalla, þú veist. Ef hann ætlaði að vera að bluffa þarna, þá þyrfti ég að vera með stærri stakk. Hann er með stærri stakk en ég hana. Og þetta er bara, já, þetta klassiska coin flip. Það er bara lítið við þess að gera. Og við förum bara í all-in situation til að reyna að negla okkur upp í mjög góðan stakk. Það gerist ekki og ennitt mótið búið. Já, þetta mót wasn't to be, heldur. Ég fór inn, ég glemdi þarna að tala eins við ykkur eftir addon. Ég fer inn í sem sagt þegar leitreik er búið, eða þegar sem sagt rebuy period var búið, þá var ég með 150.000 í stakk og síðan addon 50. Ég hef með cirka 200.000 í chips þegar við fer hann inn í förum eftir break og já, ég verið 34 eftir þegar ég dett út af hann. Ég fæ 2 auka stig sem já, kannski gera það eitthvað fyrir mig seinna en já, skelving, það er það sem þetta er og á þessum, þetta eru svona kafla sem koma í póker, bara svona downswing og ég get ekki unnið flip sem eru mikilvæg eða nálægt að vera mikilvæg. Þú veist, það er að tala um nálægt pening eða nálægt einhverjum stigum eða svoleiðis og þannig að, já, en ég er alls ekkert ósáttur með hvernig ég spilaði í dag. Ég var að fókusa rosa mikið áður en ég fór bara, þú veist, að vera hérna, að vera ekki, sem sagt, ekki mikið að pæla í, þú veist, því að það sökkar að vera downswing en þú veist, það er bara fucking partur af þessu og ég má ekki vera að láta hafa ómikil áhrif á spilamennskuna. Þannig að ég var bara alveg grounded og Axel, litli Axeli minn, hann er bara klárlega einn besti spilari landsins og hann er aldrei að bluffa í þessu spotti með þessu hönd sem ég var með en ég sé samt ekki hvernig ég get foldað áskong með hvað var ég með marga blinda? 40 blinda, já, ég með svona 40 blinda. En já, það er bara, svona er þetta og við erum ekkert hættir sko. Það er bara næsti miðvikudagur og
Hvernig var lagið? Hljómar skóar. Það var ekkert neður svoleiðis. Ég er ekki maður segir, ég get sungið líka. Sko.